Já, við erum velkomin í Game TV. Að þessu sinni ætlum við Tryggvi að renna yfir leikina sem kom út í júní árið 2017. Það er að segja bara núna í júní, þessum júní. Já, takk fyrir að taka það skýrt fram. Ég maður verið að taka það fram að fólk veit ekki neitt hvaða ár er. Þetta er á YouTube. Já, það er aldrei hvernig þessu voru upplót. En allavega, það er lítil leikjaútgáfa í júní. En byrjum samt sterkt, því að það er Tekken 7, Tryggvi. Hvernig líst þér á það? Mér líst mjög vel á það. Er það? Já. Ertu Tekken maður eða? Já, en það er ansi langt síðan ég spilaði. Já. En ég samt svona, þú veist, Injustice nýkominn, Tekken. Ég held að Tekken verið svakalur. Það er VR-mód, þá getur þú svona verið að fylgjast með barndanum meiri fjarlægð og farið svona í kringi. Þetta getur verið mjög gott. Og söguþráður, nýji karakterar, ég held að verið þetta góður sko. Ætlaði að koma með Eddie aftur það? Ég veit ekki, það er aldrei að vita. Ég veit ekki hvort Eddie sé, en þetta kemur út 2. júní. Ok. Það er bara mjög stutt í dag. Í VR getur vel ekki veisla. Já, ég held að verið mjög góð sko. Nú, Elder Scrolls Online Morrowind er að koma fyrir PlayStation 4 og Xbox One og PC reynda líka 7. júní. Þetta er eitthvað sem þú hefur spilað. Ég spila Elder Scrolls leikina. Morrowind, Oblivion, Skyrim, single player. Ég prófaði Elder Scrolls Online. Fílaði hann ekki. Er það ekki? Nei. Ok. Ég man líka að þeir vildu rukka fyrir hann mánulega eins World of Warcraft og svo hættuðu með það því að ég held að það sem ekki með það hefði gengið allt og vel. Nei, líklega ekki. En hann er alveg að koma út. Morrowind var mjög skemmtileg útgáfa af Elder Scrolls, þannig að þetta getur bara það. Já, getur góð stöfn. Nú 7. júní kemur líka út Dirt 4. Það er náttúrulega bara rallyleikur. Fólk að keyra í ríki og drullu. Og það er náttúrulega bara eins og það er. Ef menn hafa áhuga á því, þá er það mjög gott. Þetta kemur út af Colin McRae seríunni sem hefur eiginlega evolvast núna yfir í Dirt seríuna. Og svo er það leikur sem ég er mjög spenntur fyrir. Kemur 30. júní og heitir Crash Bandicoot Insane Trilogy sem eru 3 Crash Bandicoot leikir í einum pakka. Ertu spenntur? Hefur þú spilað Crash Bandicoot? Já, auðvitað. Það er búið að uppfæra grafíkina, það er búið að uppfæra tónlistina, gameplayið. Þetta verður svakalegt. Já. Einn pakki með 3 leikjum. Þetta er, ég býð mjög spennt. Er þetta endurgerð útgáfa eða? Já, það er endurgerð, alveg bara endurgerð á grafíkinu og allt. Það er ekki bara hátíðað upp, það er búið að taka grafíkinu gegn og allt. Það er rosalega. Og svo 16. júní kemur út slagsmálleikurinn ARMS á Nintendo Switch sem er ný slagsmálleikur, svona í cartoon feeling. Þannig að það er að pumpast út ágætlega mikið að leikjum á Switch. Það er maður vantilega að vinna með, þú veist, pinnana og kíla og... Já, vantilega, eitthvað í þáveruna. Þannig að þetta verður svakalegt. Þannig að Switch-vélin er að koma vel undan vetri, held ég. Hún getur verið skemmtileg, sko. Já, og mjög mikið að góða leikjum og ýmislegt að gerast. Þannig að þetta er ekki fleiri leikir sem er að koma út í júní, held ég. Nei. Þetta er ekki margir. Já, fámenntir góðmynd. Hvaða leikar ertu svona spenntastur fyrir? Ég vil að segja Crash Bandicoot. Crash Bandicoot? Já, ég myndi segja Morrowind en online var ekki funkar vel fyrir mig, þannig ég ætla að segja Crash Bandicoot. Ég ætla að segja líka Crash, ég get ekki beðið eftir að heimsækja Crash aftur. Tekken 7 verður vissulega stór viðburður fyrir þá sem að skilja slagsmálleiki. Ég er bara ekki nógu vel gefinn fyrir þá. Ég hugsa alltaf hægt. Já, en Crash Bandicoot, við erum sammála það. Já. Við erum spenntir, en við þurfum að bíða alveg til 30. júní. Já, við hljótum eftir eitthvað annað að gera, ég vona það. En þetta er leikjaútgáfan, fáir leikir, en nokkuð góður.